Hingað kominn Einar Már Guðmundsson rithöfundur. Hann skrifaði mikla ádrepu í Morgunblaðinu á fimmtudaginn, heilsíðu grein. Herkvöt úr norðri, Einar. Þú ert svona að fara yfir sviðið í þessari grein og þetta er að segja magnaður texti hjá þér það svona sem hefur gerst á Íslandi síðustu árin. Þú er enda verið gagnrýninn á þetta. Hvað ertu svona aðalega velta því? Já, það má eiginlega segja að ég hef í svona gegnum árin núna verið dálítið í hlutverki barnsins í Nýju fötin keisarans. Ég hef verið að reyna að spurja hvað hefur verið að gerast. Maður hefur ekki fengið svör og maður hefur velt þessu fyrir sér og hefur verið að reyna að setja sig bara inn í þessi mál og rekist á, satt best að segja, mjög furðulega hluti og til að mynda bara láta reyna að fá útskýringar á þessu öllu, til dæmis einmitt þessum ofurlaunum og hvernig hvernig fyrirtæki voru seld, ég sel þér, þú selur mér og svo var einhverju ólegi peningar þarna á milli og þetta var fyrir fólki, hálfgerð svona durspeki, og líka sem kom líka til af því að fjölmiðlarnir voru ekkert að útskýra þetta. Nei. Sem síðan hefur verið að skýrast æ betur vegna þess að það eru sömu aðilarnir sem eiga þetta batteri allt. Já, fjölmiðlarnir í eigu þessara manna. Já, og svo stjórnmálamennirnir náttúrulega, og nú erum við að fá upplýsingar það til að mynda að það hefur komið skýrslur þar sem að þetta gjaldþrot og staða bankan og allt þetta var ljóst og stjórnmálamennir hafa hvorki æmt né skræmt og fólk bara, og það er búið að vera að telja okkur trú allt í stakasta lagi núna alveg fram á síðust stund. Aha. Og þannig að þegar þetta er mikið verið að tala um ábyrgð, þessir aðilar bankarnir, fjármálafustarnir, fjölmiðlarnir, stjórnmálamennirnir og greiningadeildirnar, þetta fólk sem var að mata okkur á upplýsingum, sem var að kjafta íbúðaverðið upp og fá fólk í bankana til að taka lánin. Ég meina að auðvitað ber þetta allt ábyrgð og þarna að þetta skuli allt vera sömu talsmennirnir. Já. Og þetta er náttúrulega, það varð til voðalega skrítin heimur með voðalega skrítið gildismat einhvern veginn. Já, það má eiginlega segja til að mynda með þessum ofurlaunum, það sem menn fara að taka sér eiginlega svona Nóbelsverðlaun í mánaðarlaun, þá riðlast allt þetta gildismat, þetta fólk sem var á svona þokkalegum meðallaunum, þetta verður þykir bara orðið, jafnvel verkfræðingar hætt í vinnunni og fara að vinna í bönkum og starffræðingar hætt að kenna og eru allt í einu orðnir einhverjir spjátrungar í bönkum og þar fram eftir götum, það riðlast allt svona viðmið og það verður enginn maður með mönnum nema það verður allir mælikvarði fyrir peninga og það er komið með þann hugsunarhátt að þennan efnishyggju hugsunarhátt, auðmennirnir bjargi þessu, þetta á alltaf byggjast bara á þeirra góða vilja, velferðarkerfið á jafnvel að fara bara í þeirra hendur, þeir eru svo góðir náungar, þeir bara sjá þetta. Og listamennirnir áttu líka að fara að vera einhvern veginn hálfgerðir svona hirðmenn og svona það sem auðvitað var verið stundum að styrkja einhverja atburði og einmitt að þetta átti alltaf að hvíla á því. En þarna birtist þetta frjálshyggju viðhorf einmitt að þetta eigi alltaf hið opinbera eigi ekki að koma nálægt neinu og velferðarkerfið sem forfeður okkar og foreldrar voru búin að byggja upp samt þetta byggingakerfi, það átti markmiðið var alltaf að rústa því og þetta gerist leið og til að mynda sósíalismin eða skrifræðislegu þjóðfélögin sem kölluðu sig sósíalism hrynja í Austur-Evrópu, þá sigrar frjálshyggjan, hún sigrar og leið kemur næsta styrjöld hennar, það er styrjöldin við jafnrétti sem byggt hefur verið upp í velferðarþjóðunum. Að brjóta það á bak aftur. Og það var ekki viðspyrna lengur. Það var ekki viðspyrna lengur vegna þess að til að mynda svona jafnaðarmennir og þar getur samfylkingin, þetta getur hún tekið til sín, að hún fer að taka undir allan þennan frjálshyggju söng. Og fer að þarna og það heyrist enginn og það verður enginn, það hættir öll þjóðfélagsleg umræðan á landi, hún er búin að snúast Davíð Oddsson, Ingibjörgu Sólrúnu, einn er að kenna öðrum hinum
og þetta verður öll svona umræða hérna það sem líkist svona sko þráhyggju og hérna það sem fólk með svona hvert annað á heilanum og í stað þess að vera svona upplýsa okkur þjóðfélagsástandið. Og það svolítið þess vegna þess að ég hef kynnt mér þetta hvernig til að, og það sem kom til að því að ég fór að skrifa leikrit og að ég hef kynnt mér þetta með einkavæðingu bankana þegar þeir eru nánast gefnir, annars vegar framsóknarmönnum og hins vegar sjálfstæðismönnum og þeir eru gefnir fyrir ekki neitt, þeir nánast geta borgað farið inn dyrnar, borgað bankana þegar koma út dyrnar og eiga hundruðir milljóna eftir. Og sko þeir sem gagnrýndu þetta, það var rifið svo, talað svo niður til þeirra, það var rifið svo mikið kjaftur við þá og sá eini sem hélt uppi að ég fari í gegnum alla þessa pappíra, það var Ögmundur Jónasson. Síðan í síðustu kosningum þá var það svona brandarinn, haha, viljið þið að Ögmundur verði fjármálaráðherra. Sko þarna við erum, og það þessna sem ég að segja, við erum búin að vera stödd í sko ævintýrinu nýju fötin keisarans, við erum búin að það er búið að sem sé, já, það er búið að stýra umræðunni á þennan veg og við vitum svo ofboðslega mörg mál og þetta alltaf að koma betur og betur í ljós sem hefur verið þagað það er aldrei verið til að mynda skrifað þessi mál FL Group í fréttablaði, það er aldrei talað þetta á útvarpsstöðum eins og útvarpi Sögu sem þykist vera frjáls stöð eða þannig. Finnst þér að þurfa að rannsaka hlutina? Rannsaka? Já, þetta er náttúrulega fólk að krefjast þess að það verði einhverjir sem sæti ábyrgð, sem taki ábyrgð á þessu, skilurðu, ef að við drekkum okkur blind fulla, rústum íbúð, skilurðu, þó að við munum ekki hvað við höfum gert, þá berum við ábyrgð á því. Og þarna maður að sjá að þarna búið að keyra þjóðina í þrot, það búið að skuldsetja kynslóðirnar, sem komandi kynslóðir og það eins og ég sá inn á einum vefa, það var verið að tala landráð af gáleysi, að þetta nálgast það ef að menn vilja leggja mælikvarða þjóðríkisins á þetta, þá búið að selja sjálfstæði okkar. En það kannski það sem þetta fólk hefur bara viljað, ég meina það alltaf verið að tala að sjálfstæði sé orðið úrelt og sko þessi þjóðfélagsmál, hvernig rætt þjóðfélagsmál af slíku ábyrgðarleysi, þegar til dæmis verið að tala við eigum að ganga í ESB eða eitthvað svona, það aldrei verið að segja, allt í lagi, mér alveg saman menn geta haft þessa skoðun og allt það, en það aldrei sagt, hvað þetta þýðir, svo fara allir bara að segja, já, við eigum að gangi í ESB, skoðanakannun sína að við eigum að gangi í ESB, eða skoðanakannun sína að við eigum ekki að gangi í ESB. En í stað þess að segja, hvað þýðir þetta, hvað, og hvers virði til að mynda sjálfstæði, til að mynda, tökum það, til að mynda, hvers virði til dæmis að vera með sjálfbæra matarframleiðslu og fleira. Hlutirnir alltaf að breytast, til dæmis út af þessum hugmyndum sem hafa verið mjög á lofti núna, þá land eins og Tahiti farið á hausinn, það lagði niður kornframleiðslu af því það var þetta flytinn svo ódýr korn og hér hefur engin tillaga heyrst frá jafnaðarmönnum til annað en einhver að flytja inn svínakjöt. Þetta slíkt, andleysið líka algjört. Já. En heldur að við förum inn í tíma og náum að fara inn í tíma, það er náttúrulega mjög mikið lagt á íslenska, verður mjög mikið lagt á íslenskan almenningun og íslenska alþýðu. Kannski förum við aftur að tala um alþýðu og kannski förum við aftur að tala um verkalýð, ég veit það ekki, en hvert einhvern veginn getum við stefnt út úr þessu, þú kallaðir út úr þessu afstöðuleysi postmodernismans sem þú talar um í greininni. Í greininni, já. Já, ég held að nú sé mikil þörf á því að fólk sitji sig inn í málin, það ræði málin, það komi saman á fundum og tali og það verði einhver sem sé virkni og stefna. Ef að við ætlum að hlýða forsetanum og biskupnum og bara gera ekki neitt og segja já, allt í lagi elskurnar mínar og það tala svo niður til okkar, það sagt við eigum að vera góð við hvort annað, við hefum ekki þátt í neinum vandræðum að vera góð við hvort annað og ég held nefnilega ef það verður ekkert gert, ef að sem sé fólk virkjast sig ekki og hefur skoðanir á ástandinu, að þá erum við að horfa á einhvers konar fasisma
bráðum. Við erum búin að lifa í svona Berlusconi lýðræði og það kemur í ljós sko þegar þessi mál eru öll skoðuð og hvernig all þessi krosstengsl og hvernig allt í pottinn búið hérna, að kemur að við höfum búin að búa í svo spilltu þjóðfélagi að við höfum bara ekkert gert og við höfum sko miklu spilltar en við höfum haldið. En síðan hættan sú ef við látum ekkert í okkur heyra að hættan sú að þessi spilling verði svona establíseruð, staðfest með einhvers konar fasisma. Það er hættan. En ég nú hins vegar mikill sko bjartsýnismaður og við erum skemmtilegt fólk og við höfum sem sé möguleika. En það náttúrulega sko óbærslega reiði og gremja í þjóðfélaginu út af þessu hvað að það fólk sé fram á gjaldþrot og það fólk í greiningadeildunum og fólk í bönkunum, það búið að vera að plata fólk til að breyta innistæðum sínum í einhverja reikninga sem eru orðnir velusir. Allt síðan horfið út af þeim í vasan á einhverjum aukýfingum og það sætti sig enginn við þetta ástand. En við sitjum uppi með skuldirnar, sko. Þær breytast ekki, það er að taka sko peningana frá fólki sem það ætlaði að spara. Þetta snertir allra, þó til að mynda að segjum eins og ég er engin svona fjárhættu spilari. Ég með krakkandi mínir að kaupa íbúðir, dóttir mín í námi og í erlendis og bara leigan hefur hækkað 100%. Og þannig að þetta snertir alla og það er ekki sko, þannig að þetta er náttúrulega sameiginlegt sko mál sem við verðum að taka á og það er auðvitað alveg rétt hjá biskupnum og fóstnum við þurfum að vera auðvitað yfirveguð en við þurfum að taka afstöðu. Já, við þurfum að taka afstöðu. Þessi grein þín er mjög tímabær, ég bendi á hana, hún var í Mogganum á fimmtudaginn og ábyggilega hægt að nálgast hann á netinu sko. Ég kannski fæ leyfi hjá þér til að setja hann á netið. Þú mátt setja hann á vefinn. Hann er félsóttur sko. Mjög vel. Og ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Þakka þér sömuleiðis. Gaman að fá þig hingað. Takk.